Góðan daginn og velkomin í þátt númer 97 hér á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Í dag er mánudagurinn 5. október 2020 og þetta er þáttur númer 97 og ég held að það séu komin 3 ár síðan að ég byrja á þessu bröltið. Frekar en 2, ég er ekki alveg viss. Það var allavega, já. Kemur ljós síðar. Ég er svo nývöknuð og langaði að drífa í þessu og nefndi ekki að gera heimavinnuna. Bara var alveg vera heiðaleg. En ég vil bjóða alla gamla og nýja hjartanlega velkomna. Ég virðist vera komin á svona mitt gamla tempó. Mánudagsmorgni, eldsnemma með kaffi. Og með fullt af klárum og alls konar. Það er greinlegt að það er ég er að endurheimta prjónatíma minn sem er bræði. Nú í dag ætla ég að fara yfir klárverki, vinnslu og hvað er á döfinni og hvað datt í pokan og allt þetta. Hefðbundna og ég held að sé ekkert eftir neina að bíða en að sýna ykkur fyrsta klárið sem ég sit í. En það er peysan, Clotide heitir hún. Og hvar er hún ganga frá uppskriftinni? Já. En hún heitir Clotide og er svaka vinsæl þessa dagana í prjónaheiminum. Hún er prjónuð að mestu á 10 mm prjóna og svo 7 og 6 mm. Og ég notaði 2 þræði af Alice by Permin sem ég keypti í Gallerí Snotru og 1 þráð af Kidsilk móheri. Og hún á að vera svolítið mikið svona stór, svona oversized eða svoleiðis, en mér langaði ekki í þannig að ég gerði bara minni stærð og ég gerði ekki prjóna fyrstu pröfu eða neitt. Ég hugsaði ef hún er alveg, maður sér hún fljótt hvernig hún verður. Og þetta er það gróft að það verður þá minnsta málið að byrja upp á nýtt, afsakið. Ég er ekkert að grínast með þessa syfju, það er svona þegar líkamsræktin er tekin af manni skyndilega. Nú er engin líkamsrækt í 2 vikur, nema bara það sem við ætlum að gera sjálf. En náðum það, hér er peysan. Hún er öll í svona gatamynstri, framan og aftan og hún nær mér bara niður, já, og bara geðveikt hlý og æðisleg. Og já, ég var enga stund með hana, ég var í, 2 vikur síðan ég var síðast. En þegar ég var innan við viku með hana. Þannig að hún áttur að koma sér vel núna á meðan að æfingastöðin mín lokuð og þá ætlum við að rífa okkur upp á rassgatinu á svona cirka sama tíma og við erum vön hjónin og byrja daginn bara góðum göngutúr bara til þess að halda rútínunni. En kallinn er pínu slasaður og við vorum að setja rennur utan á húsi að hluta í gær og það svona reif óþarflega mikið upp í þessum meiðslum þannig að hann alveg að drepast núna svo við ákvaðum að fara ekkert í morgun. Það var alveg nóg fyrir hann að koma sér í vinnuna. En svo er ég með annað peysuklár sem er líka geggjað og ég ætla að hafa fattaskipti, augnablik. Og þá er ég komin í aðra peysu með hára út í lofti. Ég hef nú alveg getað lagað það með hana á þessari pásustóð sem að þið urðuð ekkert vör við. En hún er líka mjög hlý. Hérna er Clotide, minnir mig að hún heiti alveg örugglega.
Síðan það hérna Metropolis eftir Tanis Fiber Arts og hún frí á Ravelry og geggjuð í svona til þess að hérna prjóna úr hespunum sem eru svona einstakar en já, bara sko, já, hvernig sem maður vill hafa það. Hún myndin af henni sérst bara í sama gatninu. Það ekkert svona marl í gangi eins og hjá mér. Ég finna hérna forsíðumyndina. Og það handlitagat frá henni, eða frá þessu Tanis Fiber Arts. Og ég gerði stærðina sem er 41,25 inches. Þetta nú eitthvað eru upplýsingarnar Þetta allavega Aran gróleiki, já. Það eru sem sagt 12 lykkjur og 15 umferðir í 10x10 í sléttu prjóni sem prjóna í hring og það mælt eftir þvott. Ég gerði það ekki. Það notað 6, 7 og 8 mm prjóna í þetta og þetta var líka enga stund gert. Ég notaði eins og áður segir, ég notaði ekki eitt þráð af svona grófu gatni eins og gefið upp fyrir uppskriftuna, heldur notaði ég tvo þræði af DK gatni saman, tvo þræði af DK eitt þráð af DK og 2 af fingering og bara alla við hana. Og ég átti rosalega mikið á svona litsterkum hespum en samt svona stökum og kannski ekkert mikið, ég hefði alveg getað gert eitthvað húr og eitthvað svona en ég hefði ekki gengið með það, en ég get alveg hugsað mér að gangi svolítið fríkaðri peysu. Þannig að hérna, hún svona og ég reyndi að marla hana bara svolítið, það koma reyndar svolítið skörp skilina en það samt bara eitt þráður nýr að breytast hérna, hann verður bara svo dóminerandi. Hún bara frekar stutt þessi og verður bara geggjuð í vetur með svona juicy þykkum rúllukraga sem hægt nota til þess að fela bauga. Og ég að kafna. Hún mjög hlý, þannig að ef ég set kjöf þá kannski endist ég í henni við sjáum til, annars bara fer ég úr henni, það ekkert öðruvísi. En þetta sem sagt Metropolis eftir Tanis Fiber Arts eða Tanis Lavali. Og ég að prjóna aðra peysu eftir hann líka. Ég ekkert búin að gera meiri í þeirri peysu síðan ég sýndi ykkur hana síðast. Þannig að já, ég ekkert að veifa henni neitt hérna á eftir. En síðan meiri klár. Ég loksins gerði garngönguhúfuna. Það eiginlega of lítill kontrastur í henni þó að hann virki eins og hann gæti orðið svolítið góður í hespunum. En ég fíla hana mjög vel svona en ég hugsa að ég ger samt aðra seinna og þá pínu þykkara að grófara gatni. Af því ég svo mikill kulda kjúklingur þegar kemur að eyrunum á mér að þetta bara húfa sem ég myndi nota út í bíl eða eitthvað svoleiðis. En það var rosalega gaman að gera hana og mér finnst svona snúin lykkja í stroffu gera rosalega mikið. Það sést örla aðeins á kórónunni og við fórum í bústað síðustu helgi í svona síðbúið sumarfrí og ég rumpaði henni af þar, var bara með svona verkefni lítil verkefni með mér þar. Ég var ekki með peysu eða neitt á prjónunum þar. Þannig að ég á eftir að gera aðra svona. Ég gerði þetta úr svona einspinnu,
svona single og ég hefði svo sem alveg getað sagt mér það að mér myndi ekki finnast þetta nógu hlýtt hérna. Ég alveg ofboðslegur kettlingur með hljóðhimnurnar á mér. Með, ef mér verður kalt þar, þá verður mér bara svo ógeðslega illt að ég vil helst alltaf hafa bara 2-falt eða 4-falt hérna yfir eyrunum á mér, sérstaklega svona á veturna. En ég sé til hvað ég ger með þessa, hvort ég setja hann í gjafakörfuna mína eða nota hana svona þegar ég að skottast út í bíl og milli verslana og eitthvað svo leis. Þetta líka verið gott að eiga einu svo leis. En geggjuð uppskrift og mjög gaman að gera hana. Gaman að sjá þetta fæðast. Og og þetta náttúrulega bara orðið svona eitt af skyldu verkefnunum í kringum gaddgönguna. Það að gera gaddgönguhúfu. Nú, eins og áður sagði, þá fórum við í bústaðum síðustu helgi og ég alltaf með bómullugadd, eða tösku út í bíl með bómullugaddinni þar sem ég hef gert þessar töskur. Þetta Grandma's Dishcloth og bara mjög einfalt og fínt og mér finnst gott að hafa þær svona ekki of stórar. Já, alveg orðið slatta sem ég þarf að fara að ganga frá og þvo og koma í gagnið. Og ég geri típuna sem ekki með götum hérna meðfram. Það sést uppskriftin býður upp á tvenns konar möguleika. Það sem annarkvort prjóna framan og aftan í sömu lykkjuna þegar maður auka út eða slegið upp á. Og ég kýs frekar að prjóna framan og aftan í. Og já, þetta svona tekur mig að fara frá Akranesi og til Hveragerðis eða á Apavatni eða þarna fyrir austan. Ég akkurat tekur mig önnur ferðin, þá næ ég að gera eina svona. Ég man ekki hvað ég var að gera þegar við vorum á leiðinni þangað, það eftir annað mál. Ég gerði þessu á heimleiðinni. Nú, svo ég loksins byrjuð á snákunum mínum aftur sem að ég spændi í gegn þegar ég fekk sokkaprjónavélina og þetta eitt af pörunum sem ég var að klára. Þetta Miracle on 34th Street og það þessi og svo Scarlett og þetta frá Dr. Dyeworks. Þetta var jólaliturinn hennar í fyrra og ég skellti bara í eftir á í settum hæl með umbrella hælnum hennar KF Jones sem svona pínu dýpri heldur en táarhællin sem ég geri líka stundum. Þá ger ég bara hælinn nákvæmlega eins og ég geri tána. En þetta náttúrulega allt sett eftir á í og bara þegar ég byrja þá ég enga stund að þessu sko. Þetta kannski 1,5 kvöldstund að klára sokkapar. Það fer eiginlega mestu tíminn í að þræða prjónana í og klippa á milli og svona og telja umferðirnar. Þannig að þetta par númer 1 sem ég gerði og ég á reyndar eftir að þvo það par. Það var bara að klára helgina og var bara ekki búin að skella því í bað. Svo var ég með, gerði ég þessa næstu sokka kláraði ég þá í bústaðnum og það Jingle Balls sem var svona kit sem að Grocery Girls gaf út fyrir síðustu jól og þetta sérst jólalitur en það bara eiginlega akkurat ekkert jólalegt við hann en þetta fer samt í jólasokkarsafnið mitt og það fylgdi með sérst sitthver svona mínihespan með sem tínir litur úr þessi fjólblái hérna og svo þessi sjávargræni poppar hér og þar og það var ekki alveg nóg til þess að ná að gera alveg annan sokki með fjólbláum og hinn með
græna, þannig að ég víxlaði bara, ég gerði græna tá og grænstróf og fjólblón hæl og svo öfugt á hinum. Og þetta var bara mjög gaman að gera og þið ættir að sjá fleiri svona núna á næstunni. Það er alveg lágmark að sokkaprjóna vélar eigandinn gera eitthvað úr snákunum sínum. Það ekki? Þannig að þá eru komið þrjá kláraða sokka, jólasokka. Hérna er fyrsta parið sem ég gerði og það er, hvaðan er það? West Yorkshire Spinners sem ég átti til. Og hérna ofan í tösku er restin er hluti af jólasokka. Þessum sem að verði í fullri, svo er ég með annan snák þarna sem er líka jóla. Það er tveir svona gæjar í gangi. Já. Þetta hefst allt. Svona þegar maður fyndið, ef að líður langt á milli þess að maður gerir eitthvað, þá á maður það til að mikla pínu fyrir sér að byrja aftur. Svo þegar maður byrjar þá fattar maður að þetta bara tekur enga stund. En það er kannski að því ég er búin að vera að vinna með svo takmarkaðan tíma fyrir mig í þessu. Að það svona, hefur maður svona, týndi ég svolítið prjónagleðinni en hún er svo sannlega komin aftur. Og ég ætla að segja ykkur eitt með gardgönguhúfuna. Hún er gefin upp á 3,5 og 4. En ég er farin að prjóna okkur lausar en ég mun þar sennilega af því að ég bæði með tauga og æðaþrengingar í hendinni, þannig að ég held ekki eins fast á prjónunum hægra megin. Og ég notaði 3,25 í stroffið og 3,75 í húfuna. Til þess að annars að hann verið og allt stór. Af því ég vil ekki hafa mjög mikið svona pokahúfur á mig. Nú, svo er eitt klár sem er ekki hérna og það er þriðja heklaða ungbarnateppið. Ég setti mynd af því inn á Instagram og þar heiti ég Helga A71 og líka á Ravelry. Ég reyndar alveg bara sökka núna feitt í því að nota Ravelry að skrá hvað ég er að gera og gatmagn og allt þetta. Ég bara, það bara breytist eitthvað þegar ég fluttinga hvað það varðar. Ég hef ekki komið mér í ganga hvert Ravelry alveg aftur. En ég kannski kippi í lag. Þegar ég fer í handaviðgerðina þá mun ég ekkert geta prjóna í eitthvað tíma og þá kannski ger ég rassíu í svona málum. Þannig að ég er búin með þriðja ungbarnateppið og ég var búin að sýnda ykkur í síðasta þætti heimferðarsetti sem fylgdi því og ungbarnateppið og svona karrígult og það voru býflugur og svona sexhyrningar sem að mynda á svona hunangsbú og það var pappinn sem að vildi óska eftir því munstri og þannig að það er farið til síns heima þó að sé ekki það kríli á ná ekki komið fyrir í nóvember en þau voru hérna helgina og það var alltaf að fara til Andsk hjá þríegginu og maður sé ekkert, þannig að ég léti bara hafa þetta og svo eru bara örfáir dagar þannig til ég fæ að sjá tvíburana mína í fyrsta sinn og í dressinu og svona og þær verða skornar út í vikunni blessar, en annarri dömunni datt í huga að það væri bara fínt að sitja restina af meðgöngunni þannig að það er alveg útilokað að
mamma geti fætt. Þannig að það er orðið svolítið mikið spenna hérna. Og þannig ég get sérst ekki sýnt ykkur það teppi, en það er á Instagraminu mínu, Helga A71. Og svo er ég líka með sokkasnákar _ Helgu. Ég er líka með það á Instagram og Facebook. En þar er það bara sokkasnákar Helgu. Verk í vinnslu. Nú ætla ég að fara að vera skipulögð af því að ég er með nokkur gömul verk í vinnslu sem að mig langar, það er ekki daginn sem mig langar til þess að reykja upp, mig langar að klára öll, en þetta nýja eins og við sjáum, það heillar líka, það er bara allt nýtt hérna, ekkert eitthvað gömul klár, þannig að þannig að ég ætla að fara að hafa svona annað snið á þessu. Ég ætla að vera kannski með peysu og sjal eða peysu og húu eða eitthvað í gangi ásamt jólasokk og teppi og einhverju gömlu. Ég verð sérst með svona 5 hluti sem að ég ætla að vera bara með frammi og vinna reglulega í öllu því til þess að geta vonandi klárað eitthvað þessu gamla með samhliða. Nú, það sem er nýtt og ég er búin að vera að vinna í er enn einn peysan. Það er The Everyday Sweater eftir Selínu Dæring. Þetta er bara mjög plain peysa. Ég er aðalega bara að notast við tölurnar af því ég er alls ekki með gatnið sem að hentar í þetta, og það er þetta skemmtilega gat frá Kristínu í Vatnsnes. Þetta er Gay Pride liturinn í ár og þetta er svona mjakast. Ég er svona loksins að fara að fá tíma til þess að byrja að gera þetta einhverju viti. Stroffi hérna á að saumast niður og þetta voru skrítið að horfa á þetta svona. Ég hugsa að mann lítist ekkert rosa vel á þetta fyrir þetta fer að taka á sig meiri mynd, en það er sem sagt, þetta er Bubbles grunnurinn hennar Kristínar sem er 90% merino ull, súpuvós og 10% nælon, og það eru 400 metrar í 100 grömmunum og gefið fyrir prjóna 2 til 8 mm. Og ég er að nota 4 mm í þetta. Og þetta er ég ætla bara að vera með eina peysu núna í einu sem ég er að vinna eitthvað markvisst í, og þetta er sú sem að verður í gangi næstu vikurnar, af því nú er komið 2 þykkar og hlýjar og þá er ágætt að grípa í einu svona léttari. Síðan er hérna sjal, nýtt sjal á prjónunum sem að ég ætla líka að halda áfram að vinna í, og það er vörðuklettur eftir hana Döggu í litlu prjónabúðinni og er samprjónssjalið núna á Svölum Sjölum. Og þetta hérna blúb hverfur vonandi þegar ég strekki það. Ég er að nota ljósi liturinn er Dröfn frá Vatnsnes sem er bara 100% súpuvós merino ull, og dekkri liturinn þessi, svakalega fallegur, er The Uncommon Thread og það er líka 100% súpuvós merino ull og liturinn heitir Seascape. Og þetta er bara geggjað sjónsprjón enn sem komið er. Þannig að þetta verður áfram hjá mér í vinnslu. Þá er ég með þetta tvenna nýja og sokkapar sem er það 3. í vinnslu. Teppi sem ég langar að fókusa svolítið á núna, eins og svo oft áður, er hérna From Grandma with Love, og ég
gerði eina ef ekki 2 dúllur í bústaðnum. Ég held að þetta sé 4. liturinn frekar en 5. Þannig að það nú, ég rúmlega hálfnuð með það. Þannig að það verður líka frammi hjá prjónastólnum mínum. Og svo það sjálf sem ég langar að fara að klára að nota Painting Bricks eftir Stephen West. Þessi höfurð. Ég ætla bara að gera það eins stórt og garnið leyfir. Já. Það bara þannig. Það alveg hellingur eftir garnið, þannig að það verður stórt. Þá ég komið með þessa 5 hluti sem að mér langar að fókusa á næstu 2 vikurnar. Ég að fara loksins að hitta skurðlækni á föstudaginn þar sem að verður ákveðið hvenær ég fer í aðgerðina og ég vona að það verður bara fyrir en seinna. Ég vildi óska þess að ég hefði bara verið að fara í dag fyrst að ég frí í ræktinni næstu 2 vikurnar allavega. En ég ræði því, ég veist ekki. Ég vona bara að ég þarf ekki að bíða mikið lengur. En eins og áður sagði þá fórum við í frí á síðustu helgi í Hveragerði. Vorum á bústað í Grímsnesi og það rigndi eld og brennistein allan tíman og við nenntum ekki varla að hreyfa okkur. Við vorum bara í náttfötunum og svo í pottagallanum og þvældumst bara á milli potts og sófans og mataborðsins. En við fórum nú út á laugardeginum og þá langaði maður að fara í freistingasjoppuna. Ég hafði ekki komið í hana á Selfossi síðan hún flutti. Og ég kíkti þangað inn og fékk mér eitt svona mini hespupakka frá Héraði. Þetta er 75% súpugos merinoil og 25% nælon og það eru 85 metrar í 20 grömmunum. Þetta er sérst 80 grömm. Og bara, já. Fer í mini hespusafnið mitt þarna sem stækkar og ég elska það bara. Maður er aldrei nóg af afganga eða svona litlum hespum eða bara garni yfir höfuð. Afsakið. Ég að fara að hella upp á meira kaffi. Nú síðan tilrauna eldhúsið hjá henni Eddu. Það vantaði eitt ísetti hjá mér og það var Goosey Fibers sem erlendi litarinn hennar en hún búin að fá alla íslensku litarina sína til þess að gera lit fyrir tilrauna eldhúsið og gera líka fyrir gaddgönguna og ég á þetta allt saman. Og þessi frá Goosey Fibers og hann kallaður September og þetta er 75% súpugos merino, 25% nælon. Goosey sokk. Mér finnst hann sturlaður. Geggjaðislega fallegur. Og hann fer bara í tilrauna eldhús stassið mitt. Svo höfðum við Kristín í Vatnsnes bara vöru skipti. Ég gerði fyrir hana sokkasnáka og tók það bara út í gatni í staðinn. Hvers vegna ekki? Og ég var einmitt að fá tilrauna eldhús litin frá henni sem hún gerði í tilefni af gatgöngunni. Vantaði hann þannig daginn þegar ég var að sýna ykkur hérna. Og nú hann kominn til mín. Og ég var búin að renna svona hespu í gegn á prjónavélinni fyrir hana. Og hann geggjaður. Þetta geggjað. Þannig að nú það komið og ég fekk mér líka Butterfly. Ofsa helgulegur og mildur og fallegur. Og ég fekk líka 3. hespuna en ég get ekki sýnt ykkur hana strax. Af svona fingering. Síðan fekk ég peysuvirði af DK Tweed sem heitir Karol og bara geggjaðslega fallegur og ég ætla bara að gera ykkur einfalda
peysu úr þessu sem að leyfir bara garninu að njóta sín og þetta er 85% merinoil, súpuvos og 15% Donegal nepp. Það er sérst er tvítið. 212 metrar í 100 grömmunum. Halló. Þetta er bara ég allan daginn. Það er svolítið peachy í dag, já, sínst það. Elskar það. Þannig að það á eftir að koma að peysa úr þessu, fljótlega vonandi. Já, þetta er nú bara það sem hefur verið á seyði hjá Kellu. Búið að vera bara, ég er rosa glöð að vera komin tilbaka, búin að endurheimta tímann minn og allt þetta. Við erum jújú, en þá að snuddast eitthvað hann úti og nú erum við byrjað að tala að fara loksins að setja einhverja liti hérna á veggina. Máluðu náttúrulega allt bara hvítt þegar við fluttum inn. Nú Kellu aðeins fara að klæja, en ég er svo sem ætla ekkert að gera fyrir en að ég er alveg búin að jafna mig eftir aðgerðina. Þannig að en það má alveg fara að byrja að skoða liti og spá spekulera. Það er nefnilega óbáslega fallegir, steyptir eða svona gifsaðir loftlistar hérna í hólinu, svona í hornunum, á milli veggs og lofts og mér langar að leyfa þeim að njóta sín svolítið. Þannig að það þarf að vera öðruvísi hvítur á listunum heldur en loftinu og svo langar mig í eitthvað hlýjan lita á veggina. Þetta er að finna út því. Jafnvel eitthvað grænan. Ekki samt of dökkan en samt alveg lit. En þetta er allt svona í vinnslu í höfðin á mér og ég ætla að bara vera skynsum og ekkert að fara að hamast í því. Ég náttúrulega við erum að fara að fá tvíbura og svo eitt stykki nokkrum vikum síðar, þannig að það er alveg nóg að gera og ef þetta COVID hefur kennt mér eitthvað þá er það bara að slaka á sko. Þú veist að maður finnur það alveg eins og í verslunum og svona það sérstaklega í byggingavöruverslunum það er svo lítið til og það er náttúrulega bara því að það er allir að bardúsa eitthvað og svoleiðis og þetta pirraði mér rosalega fyrst en núna bara já, ok, ég kem bara seinna að tjekka á þessu eða það hringdi mig og láti mig vita að þetta sé komið og eitthvað og bara, þú veist, gaman að sjá Íslendingar standa í röð en hræðilegt að það þurfti eitthvað bjöðdans heimsfaraldur til þess að við lærðum aðeins að róa okkur en svona er það nú bara víst. Við höfum það ekki, þetta er ekki það versta sem að getur hafa komið fyrir okkur á þessum tíma því hér áður fyrr þegar voru svona faraldrar eða heimstyrjaldir eða hvað þá var nú ekki neinn svona óbóðslega mikil afþreying í gangi sem að maður gæti verið að gera heimanna frá sér eins og er í dag. Þannig að það gæti verið svo miklu verra. Það er náttúrulega rosa skrítið svona erfitt að hvað gamla fólki er lokað af en það er náttúrulega af illri nauðsyn en stundum segir maður bara fyrir mann aldeilis fyrirvera en það er eitthvað sem maður bara dílar við. Nú en ég á ekki vona öðru en að sjá okkur eftir 2 vikur. Ég ætla að vera alveg á milljón á prjónunum í þessari viku og fæ svo að vita á föstudaginn hvað verður og ef ég er ekki að fara strax þá langar mig sjúklega að gera annað samprjónssjal með Stephen West. Ég er náttúrulega búin að prjóna og það er sturlað og ef að ég er ekki að fara á næstu vikum í þetta þá ætla ég bara að taka þátt og láta eins og ég hef aldrei gert það.
En ég ekkert búin að velja með gatnið eða neitt svoleiðis af því ég er að reyna að vona að ég sé að fara bara strax í þessa viðgerð. Ég orðin mjög þreytt á þessum þrengingum og í hendina á mér. Þannig að og líka bara maður orðin drullur hræddur að sé komin varanlegur skaði í puttana og það kemur ekkert í ljós fyrir nokkrum vikum eftir aðgerð. En eins og ég segi, það er ekkert það versta. Ég get alveg hreyft á þó að ég finn ekkert of mikið fyrir þeim. Við erum held ég bara, já eins og ég segi, ég held ég segi að eiga 3 ára afmæli eða 2. Mér langaði að vera með eitthvað í kringu það og ásækja. Ég er svo að það og útbúa einhverja skemmtilega. Herðu, ég ætla að setja ykkur á pásu og tína saman í pakka. Bíðið. Jæja, herðu, skulum bara hafa það þannig að þið skrifið bara undir vídeóið bara eitthvað, halló ég er með eða eitthvað svoleiðis og svo dreg ég út í næsta þætti vinningshafan og ekki að hafa þetta bara svolítið óvænt. Þið sjáu að það er taska hérna. Það eru 2 hesspur að gatni hérna og ný og eitthvað svona smádót. Það er ekki dýll. Það er ekki fín afmælisgjöf til ykkar frá mér en reyndar er bara einn einstaklingur sem fær þetta. Þannig að höfum við bara þannig. Þið skrifið bara eitthvað undir vídeóið og í næsta þætti dreg ég út þann sem að þann. En þangað til þá bara þakka ég kærlega fyrir í dag og við sjáumst að 2 vikum liðnum. Takk fyrir og bless bless.